Góðan dag, nú fer fram 82. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í Þingey, 5. 25. júní 2026, fundurinn hefst klukkan 14:06. Fundinn sitja Knútur Emil Jónsson, Anna Martinsdóttir, Anna Bragadóttir, Dóra Rún Kristjánsdóttir, Hallgrímur Páll Leifsson, Freydís Anna Ingvarsdóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, auk Margrétar Hólm Valsdóttir, sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs sem einnig ritar fundargerð. Gerir einhver athugasemd við fundarboð? Svo er ekki. Þá vil ég fara fram á heimild fundarins til að bæta eftirtöldum liðum inn á dagskrá fundarins með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður nr. 3 verði fundargerð atvinnu og nýsköpunar nefndar vinsamlegsgeðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður nr. 15 verði samband íslenskra sveitarfélaga framboðsfrestur til formanns sambandsins. Þau ykkar sem geta samþykkt að vinsamlegsgeðmerki. Samþykkt samhljóða. Og þau ykkar sem geta samþykkt að liður nr. 16 snjómokstur í Mývatnssveit verði tekinn á dagskrá með afbrigðum vinsamlegsgeðmerki. Samþykkt samhljóða. Fór ég fram mér eða? Þingeyjarsveit. Hvað sagði ég? Mývatnssveit. Já, það er rétt, já. Það stendur Þingeyjarsveit. Ok, þetta allt saman samansveitin. Fyrsti liður á dagskrá er, já, fyrir þá verð ég að bera þetta upp aftur. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður nr. 16 verði snjómokstur í Þingeyjarsveit vinsamlegsgeðmerki. Þá er rétt allir upp hand miklu skarpara. Fyrsti liður varðar skipulagsnefnd, 51. fundur, en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 51. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 18. júní síðastliðinn í 6 liðum og enginn þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég ætla að renna hérna aðeins yfir fundargerðina. Fyrsta mál á dagskrá var kosning varaformanns en skipulagsnefnd kaus Líney Rúnarsdóttir sem varamann nefndarinnar. Skipulagsnefnd fékk undir öðrum lið kynningu á hlutverki sínu þar sem lagt var fram minnisblað skipulagsfulltrúa. Liður nr. 3 varðar Hraunveg 8, umsókn byggingarleyfi fyrir geymsluskúr, en umsókn byggingu geymsluskúrs við Hraunveg 8 var tekin fyrir að nýju eftir grenndari kynningu ásamt þeim athugasemdum sem bárust. Og skipulagsnefnd fór yfir athugasemdir og svör og bókað sem svo. Skipulagsnefnd telur ekki tilefni til breytinga á kynntum áformum eftir yfirferð athugasemda sem bárust við grenndarkynningu. Skipulagsnefnd samþykkir að veita byggingarleyfi og felur byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð vegna þess eins og lög og reglugerðir mæla fyrir þegar tilskilin gögn hafa borist. Nefndin tekur undir markmið húsbyggjenda að framkvæmdin falli sem best að núverandi byggingu. Mál nr. 4 varðar skógarmela deiliskipulag en lögð fram tillaga deiliskipulagi fyrir skógarmela í Fnjóskadal en skipulagslýsing var auglýst frá 30. apríl til 25. maí og við vinnu við deiliskipulag var tekið tillit til þeirra umsagna sem bárust og skipulagsnefnd bókaði þannig að hún fól skipulagsfulltrúa að forkynna tillöguna. Að lokinni forkynningu verði málinu vísað til sveitarstjórnar og lagt til að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga þegar brugðist hefur verið við umsögnum. Mál nr. 5 varðar Röndi í Mývatnssveit, blæðing vegna háspennistrengs umsókn framkvæmdarleyfi en Rarik sækir framkvæmdarleyfi vegna blæðingar á 12 kV háspennistreng fyrir gámasvæði að Rönd. Strengurinn lagður að hluta til í Sandvatni, heildarleið er 3,6 km, þar af 850 metrar í Sandvatni. Verktími er áætlaður ágúst til september 2026. Gert er ráð fyrir að fjarlægja loftlínur eftir framkvæmdina í samstarfi við Náttúruverndarstofnun. Leyfi hennar liggur fyrir. Skipulagsnefnd bókaði á þann veg að hún fól skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi í samræmi við lög og reglur með fyrirvarum í ákvætt álit Minjastofnunar og með þeim fyrirvara þar sem ráðstöfun sameignarlands er að ræða kalli skipulagsfulltrúi eftir nánari gögnum samþykki landeiganda með vísan í 2. kafla jarðalaga nr. 81/2004 jarðir í sameign. Skipulagsnefnd bendir að sækja leyfi hjá Fiskistofu. Mál nr. 6 varðar Gullsand, Svartvatnstankur heimstaug umsókn framkvæmdarleyfi en Rarik áætlar að plægja 12 kV háspennistreng að Svartvatnstanki Gullsand. Heildarstrengleiðum 1 km liggur að mestu leyti raskast svæði með framvegi. Skipulagsnefnd bókar þannig hún telur að framkvæmdin sé ekki líkleg til að hafa áhrif á ásýnd og umhverfi og því ekki framkvæmdarleyfi skyld. Þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð þannig kynnt á vinsamlegsgeðmerki. Hún er staðfest.
Næsti liður varðar íþrótta- og tómstunda menningarnefnd. 31. fundin fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 31. fundar íþrótta- og tómstunda menningarnefndar frá 22. júní. Fundargerðin í 3 liðum og engin liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Það Dóra Rún sem ætlar að kynna fundargerðina. Já, góðan daginn og ég ætla að kynna hérna fundargerð íþrótta- og tómstunda og menningarnefndar. Fyrsti fundur nýrrar nefndar var síðastliðinn mánudag, 22. júní og fyrsti liður á dagskrá var kosning varaformanns og var lagt til að Sigurlína Tryggvadóttir yrði kjörin varaformaður og var það samþykkt samhljóða. Næsta mál var Þingasveit samningar við ungmenna íþrótta- og æskulýðsfélög en til afgreiðslu nefndarinnar voru samningar við íþróttafélögin sem hafa verið í vinnslu og þar sem að það þarf að fara að fullgera þá samninga en verkefnastjóri fór yfir þau samningsdrög sem hafa komið og kom með hugmyndir að útfærslum beinna fjárhagsstyrkja í þeim og var ákveðið að nefndarfólk muni kynna sér í framhaldinu þessa útfærslu ásamt útfærslum annarra sveitarfélögum og vinna máli áfram á næsta fundi og var því afgreiðslu málsins frestað. Að lokum fór verkefnastjóri undir önnur mál fór verkefnastjóri yfir stöðuna hjá sér og þau verkefni sem hafa verið á hennar borði og þar sem við erum öll ný í þessari nefnd þá var bara mjög gott að komast aðeins inn í hennar störf og hvað hún hefur verið að vinna og við þökkum bara kærlega fyrir upplýsingarnar. Við fundum lauk klukkan 6. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þau ykkar sem geta staðfest fundargerðina svona kynnt af einsamlega skilmerki. Hún staðfest samhljóða. Þriðji liður varðar atvinnu- og nýsköpunarnefnd 28. fundarinn fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 28. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem fór fram 24. júní síðastliðinn. Fundargerðin í 7 liðum, liður 6 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og sér liður á fundinum. Það er Anna Martinsdóttir sem ætlar að kynna þessa fundargerð. Oddviti sveitarstjórnarfólk, atvinnu- og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar fundaði 24. júní klukkan 10:30 og mættir voru Snæþór Haukur Sveinbjörnsson formaður, Karl Magnússon, Soffía Kristín Jónsdóttir, Jónas Þórólfsson og Nanna Martinsdóttir, auk Margrétar Hólm sem skrifaði fundargerð. Fyrsta mál á dagskrá var kosning varaformanns og formaður og nefndin sem sagt bókaði og samþykkti. Formaður bar upp tillöguna að Soffía Kristín Jónsdóttir yrði kosin varaformaður nefndarinnar sem var samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá var erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar þar sem að farið var yfir erindisbréfið og nefndin bókaði á eftirfarandi hátt. Nefndin gerir ekki athugasemd við núverandi erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar og fyrir okkur sem voru nýju nefndinni þá var einmitt mjög gott að fara yfir þetta. Þriðja mál var starfsáætlunar nefndarinnar fyrir árið 2026 til 2027 og nefndin bókaði á þá leið
Á þessa leið nefndin yfirfór drög að áætlun og samþykkir fyrirliggjandi áætlun fyrir starfsárið 2026 til 2027 og það var samþykkt samhljóða. Fjórða mál, þá voru lögð fram drög að atvinnustefnu til frekari vinnu sem sagt síðasta atvinnu- og nýsköpunarnefnd var búin að leggja mikla og góða vinnu í að undirbúa þetta mál og nefndin fór yfir þau skjöl sem fyrir liggja með áherslu á það vinnuskjal sem unnið hefur verið í samstarfi við SSNE og það var samþykkt samhljóða að stefna að vinnufundi nefndarinnar í haust og reyna að vinna hratt og vel í því að klára drög að atvinnustefnunni. Fimmta mál var áfangastaða áætlun Norðurlands, uppfærsla verkefna. Þar voru kynnt niðurstöður úr íbúasamráði sem fór fram í mars og þetta var lagt fram til kynningar. Sjötti liður verður tekinn fyrir sem sérstakt mál á dagskrá hér á eftir og sjöunda mál á dagskrá nefndarinnar var þá var verið að fjalla drög að reglugerð breytingu á reglugerð númer 200/1998 búfjármörkun, markaðskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár og það nefndin samþykkti að fela Snæþóri Hauki og Jónasi að gera athugasemdir við drögin í samræmi við umræður á fundinum og senda þær athugasemdir inn fyrir 3. júlí næstkomandi. Og þetta var samþykkt samhljóða og fundi lauk klukkan 11:51. Takk fyrir þetta. Þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð svona lesna, vinsamlegast, ég merki það að hún er staðfest. Það er fyrirgefið, já. Má bjóða einhverjum takk til máls til þessum lögum. Eyþór Gjörsvæl. Oddviti, við langar að taka til máls undir 4. lið fundargerðarinnar sem er atvinnustefna. Mér minnir þessi 4. liður. Það er þannig að ég hef mikinn áhuga á að sjá þessi drög að atvinnustefnunni og mér langar að oddviti beiti sér fyrir því að sveitarstjórn fái að sjá þessi drög og fjalla þau þó að það sé ekki nema á lokuðum vinnufundi eða að fá að funda með nefndinni mögulega. Ég held að það væri bara mjög gott fyrir sveitarstjórn og atvinnunefnd að allir hafi séð þessi drög og geti unnið með þau. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki við sveitarstjórn fyrir þess að leit við sviðsstjóra fjármála, hún sendi okkur þetta fyrsta tækifæri. Þá er þau ykkar sem geta samþykkt framlagða fundargerð, staðfest framlagða fundargerð, eins og mér skilur ekki, hún er staðfest. Þá byrjum við fyrir. Liður númer 4 var það þingaðisveit kosningi nefndir ráð og stjórnir 2026 til 2030 en lögðu fram eftirfarandi tillaga skipan í nefndir ráð og stjórnir á kjörtímabilinu. Við ætlum að lesa þetta í belg og biðu allt saman og sjá til hvort það fæst samþykkt. Þá lesi ég það bara aftur eða bara laga það. Fyrir sveitarstjórn liggja eftirfarandi tillögur, eftirfarandi bókun. Fyrir sveitarstjórn liggja eftirfarandi tillögur kjör í fulltrúa nefndir og ráð og stjórnir fyrir 2026 til 2030. Það er kjörstjórn þingaðarsveitar, aðalfulltrúar Dagný Pétursdóttir, Bjarni Höskuldsson, Helgi Arnar Alfreðsson, varafulltrúar eru Ingríður Hauksdóttir, Jóhanna Njálsdóttir og Agnes Einarsdóttir. Atvinnuefling þingaðarsveitar, þar eru aðalfulltrúar Anna Bragadóttir, Dóra Rún Kristjánsdóttir, Eyþór Kári Ingólfsson og Freydís Anna Ingvarsdóttir, Hallgrímur Páll Leifsson, Knútur Emil Jónasson og Nanna Martinsdóttir. Leiguíbúðar þingaðarsveitar Hásins, þar eru aðalfulltrúar Dóra Rún Kristjánsdóttir og Knútur Emil Jónasson og Hallgrímur Páll Leifsson. Varafulltrúar eru Nanna Bragadóttir, Nanna Martinsdóttir og Snæþór Haukur Sveinbjörnsson. Hvað sé vitlaust? Ég sagði Nanna Bragadóttir. Já,
afsakið, ég ætla að lesa leiguíbúð Þingeyjarsveitar hásins aftur. Aðalfulltrúar eru Dóra Rún Kristjánsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Hallgrímur Páll Leifsson og varafulltrúar eru Anna Bragadóttir, Nanna Martinsdóttir og Snæþór Haukur Sveinbjörnsson. Stjórn dvalarheimilis aldraðra, þar munu aðalfulltrúar vera Freydís Anna Ingvarsdóttir, Knútur Emil Jónasson og varafulltrúar það er Anna Bragadóttir og Nanna Martinsdóttir. Aðalfulltrúar á ársþing SSNE eru þá Knútur Emil Jónasson, Nanna Martinsdóttir og Eyþór Kári Ingólfsson og varafulltrúar eru Dóra Rún Kristjánsdóttir, Freydís Anna Ingvarsdóttir og Anna Bragadóttir. Í stjórn SSNE þá er aðalfulltrúi Knútur Emil Jónasson, varafulltrúi Soffía Kristín Jónsdóttir, á landsþing Sambands Íslenskra Sveitarfélaga þá var það aðalfulltrúar Anna Bragadóttir, Knútur Emil Jónasson og varafulltrúar Eyþór Kári Ingólfsson og Nanna Martinsdóttir. Í stjórn menningarmiðstöðvar Þingeyinga þar eru aðalfulltrúar Dóra Rún Kristjánsdóttir og Anna Dagbjört Andrésdóttir, varafulltrúar Arnþrúður Dagsdóttir og Hallgrímur Páll Leifsson. Stjórn Tröllasteins þar er tilnefndur Arnór Binnisson. Stjórn Náttúrustofu Norðurlands þar er tilnefnd Arnheiður Rán Almansdóttir og til vara Margrét Hólm Valsdóttir. Í samtök Orkusveitarfélaga fulltrúi aðalfund þar er Knútur Emil Jónasson og varafulltrúi Hallgrímur Páll Leifsson. Í almannavarnanefnd í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra þar er tilnefndur sveitarstjóri Þingeyjarsveitar. Nafnið verður fyllt út síðar. Þau villingar taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, komdu með það. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun, fyrir Vantaði ekki hérna heilbrigðisnefndina? það getur bara vel verið. Ég ætla bara að fá að bæta við bókunina. Stjórn heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra. Þar er aðalfulltrúi Anna Bragadóttir en við deilum fulltrúa með Langanesbyggð sem að skipar varafulltrúan í þetta skiptið. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki þau ykkar sem geta samþykkt þennan lista þessa bókun svona fram setta vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Lið nr. 5 varðar Samband Íslenskra Sveitarfélaga, landsþing og landsþingsfulltrúar en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga varðandi kjör á landsþingsfulltrúum fyrir kjörtímabilið 2026 til 2030. Öll sveitarfélög sem eiga aðild að sambandinu eiga rétt á að senda fulltrúa á landsþingið í samræmi við íbúafjölda 1. janúar samanber ákvæði 5. grein sambandsins. Þar segir að afloknum almennum sveitarstjórnarkosningum skulu hlutaðeigandi sveitarstjórnir kjósa fulltrúa á landsþing og gildir sú kosning fyrir kjörtímabil sveitarstjórnar. Þingaðasveit á rétt á 2 fulltrúum á landsþing en einnig skal kjósa 2 til vara. Þá eiga framkvæmdastjórar sveitarfélaga, bæjar og sveitarstjórar auk formanna og framkvæmdastjórar landshlutasamtaka sveitarfélaga rétt til seta á landsþingi með málfrelsi og tillögurétt. Til að bókun er þannig vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki til að bókun hljóða þannig í samræmi við skipan í nefndir ráð og stjórnir kjörtímabilinu 2026 til 2030 eru eftirtaldir skipaðir sem landsþingsfulltrúar, aðalfulltrúar Anna Bragadóttir og Knútur Emil Jónasson, varafulltrúar Eyþór Kári Ingólfsson og Nanna Martinsdóttir. Að auki á sveitarstjóri rétt á setu á landsþingi með málfrelsi og tillögurétt. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem það gefur merki. Næsti liður varðar SSNE, skipan stjórnar og þingfulltrúa en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá SSNE dagsett 17. maí er varðar skipan stjórnar og þingfulltrúa SSNE en samkvæmt 4,1 grein samþykkta samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra ber sveitarstjórn að skipa fulltrúa í stjórn samtakana í upphafi nýs kjörtímabils. Samkvæmt ákvæðinu skipar hvert aðildarsveitarfélag 1 fulltrúa í stjórn SSNE og annan til vara nema Akureyrarbær sem skipar 2 fulltrúa og 2 til vara. Stjórn skal skipuð til 4 ára jafnframt til mynda á skipan á þingfulltrúa á þing SSNE samkvæmt 3,2 grein samþykktanna. Þingfulltrúar eru skipaðir til 4 ára, í upphafi kjörtímabils sveitarstjórnar kjörgengir eru
sem þingfulltrúar eru kjörnir sveitarstjórnarmenn, varamenn þeirra og framkvæmdastjórar aðalsveitarfélaga. Við skipan þeirra skal einnig gætt að jöfnum hlut kynja. Miðað við íbúafjölda þingeyjarsveitar ber sveitarfélagin að skipa 3 þingfulltrúa og 3 til vara. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. En þá hljóðar bókunin svona. Í samræmi með skipanir nefndir ráð og stjórnir kjörtímabilinu eru eftirfarandi aðilar skipaðir sem fulltrúar í stjórn SSNE á tímabilinu. Það aðalfulltrúi Knútur Emil Jónasson og varafulltrúi Soffía Kristín Jónsdóttir. Það verður ekki að bæta þingfulltrúum inn í þessa bókun. Og þá myndi það hljóða svona að fulltrúar á ársþing SSNE eru Knútur Emil Jónasson og Nanna Martinsdóttir og Eyþór Kári Ingólfsson og til vara Dóra Kristjánsdóttir, Freydís Anna Ingvarsdóttir og Anna Bragadóttir. Þau ykkar sem geta samþykkt þetta vinsamlega skíðamerki, samþykkt samhljóðum. Þá það lið nr. 7 varðar fulltrúa Þingeyjarsveitar í svæðisráði Vestursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði 2025-2029 en borist hefur erindi frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu þar sem þess er farið á leit með að Þingeyjarsveit tilkynnt til ráðuneytis eins fljótt og við verður komið breytingar á tilnefndum fulltrúum í sveitarfélagsins í svæðisráði Vestursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarð eða staðfesti ef engar breytingar hafa orðið á tilnefndum fulltrúum að loknum sveitarstjórnarkosningum. Núverandi svæðisráð með skipunartíma til 30. janúar 2029. Einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og þá með leyfi varaoddvita í ljósi þess að við áttum að gera þess fljótt og hægt þá var ákveðið að fresta málinu til næsta fundar og þá komið til að bókun málinu frestað til næsta fundar sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt hafi sem skilmerki, það samþykkt samhljóða. Mál nr. 8 var að fulltrúa Þingeyjarsveitar í svæðisráði Norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði en borist hefur erindi frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu þar sem þess verður farið á leit að Þingeyjarsveit tilkynni til ráðuneytisins eins fljótt og við verður komið breytingar á tilnefndum fulltrúum sveitarfélagsins í svæðisráði Norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði eða staðfesti ef engar breytingar hafa orðið á tilnefndum fulltrúum að loknum sveitarstjórnarkosningum. Núverandi svæðisráð með skipunartíma til 30. janúar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá komin hér svipuð til að bókun þar sem málinu hljóðar svo. Málinu frestað til næsta sveitarstjórnarfundar. Þau ykkar sem geta samþykkt á bókunum sem skilmerki, það samþykkt samhljóða. 9. liður varðar ungmennaráð erindisbréfin fyrir sveitarstjórn liggja drög að endurskoðu erindisbréfi fyrir ungmennaráð en þeim var vísað til nýrrar sveitarstjórnar á 79. fundi sveitarstjórnar 13. maí síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Eyþór Kári. Oddviti, í þessum drögum að erindisbréfi sem liggja fyrir fjallað það að ungmennaráð kjósi sér ekki formann. Ég ekki sammála þeirri nálgun. Ég vil að ungmennaráð kjósi sér formann. Fyrir liggur tillaga það að fresta afgreiðslunni og vísinni til ungmennaráð sem að verður skipað í september, væntanlega, sem bara gott og vel, en ég bara held að það sé mikilvægt að það starfi formaður í ungmennaráði sem að ber þá ábyrgð á starfi ungmennaráðs gagnvart sveitarstjórn frekar en starfsmaður nefndarinnar eða einhver fljótandi fundarstjóri. Ég held að það færi best á því. Takk fyrir þetta Eyþór. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Þá með leyfi varaoddvita til að renna aðeins yfir söguna. Ungmennaráð sem starfaði núna á síðasta ári sendi þessar reglur svona til fyrri sveitarstjórnar sem benti á þetta sama mál og þetta mjög athyglisvert og þannig ég styð eindregið að þessu sé vísa til nýs ungmennaráðs
og þar gefist líka tækifæri til samtals á fyrstu stigum milli sveitarstjórnar og ungmennaráðs. Vill einhver annar taka til máls, Eyþór? Oddviti, í þessu samhengi þá vil ég koma með ekki tillögu en kannski svona uppástungu, hugdettu að fyrsti fundur ungmennaráðs gæti verið með sveitarstjórn. Kannski betra fyrir þau hittast áður en þau hitt okkur, en ég myndi leggja til að velta því fyrir okkur að við hittum ungmennaráð bara á fyrsta fundi ungmennaráðs eða eftir hann þá, eftir atvikum. Þakka þér fyrir það, Eyþór. Vill einhver annar taka til máls? Ég held við bara tökum það til okkar, að bóða þau til okkar leiðu þau hefa störf. Við sjálfur sér kannski, viltu bæta við þessa bókun eitthvað það eða látum við hana bara standa og tökum til okkar? Herðu, vill einhver annar taka til máls? Svo ekki, þá liggur hérna til að bókun. Sveitarstjórn vísar fyrirliggjandi drögum að endurskoðuðu erindisbréfi ungmennaráðs til fyrsta fundar nýs ungmennaráðs. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vil sennilega skefja merki og það er samþykkt samhljóða. Mál númer 10 varðar útrýmingu malarvega en lagt er fram til kynningar minnisblað útrýmingu malarvega á Norðausturlandi unnið af Eflu fyrir SSNE, samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Austur-Norðurlandi eystra. Í minnisblaðinu er fjallað stöðu og umfang malarvegi í landshlutanum, forsendur uppbyggingar, mögulegar útfærslur og áætlaðan kostnað við að leggja bundið slitlag á viðkomandi vegi. Í kafla Þingeyjarsveit kemur fram að í sveitarfélaginu er 10 tengivegir, samtals lengd 140 km, auk umfangsmikils nets héraðsvega og þörf sé á verulegum endurbótum með tilliti til umferðar og öryggis. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá með leyfi varaoddvita, þetta er lagt hér fram til kynningar, ekki síst til að fyrir nýja sveitarstjórn að eiga sem veganesti í áframhaldandi samtöl og hagsmunabaráttu. Þarna var að verið að ná utan málið, þannig að hægt var að ræða það á traustum grunni og í þessum gögnum er einmitt líka leita leiða til mögulegra samtals við ríki fjárfestingarleiðir í þessu. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Lið nr. 11 varðar þjóðaratkvæðagreiðslu 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra þar sem óskað er samstarfs við sveitarfélög í aðdraganda kosninga þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fer 29. ágúst næstkomandi. Einnig er óskað upplýsinga mögulegt kjörstjóraefni til starfa við utan kjörfundar atkvæðagreiðslu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá er komið hér tillaga að bókun sem hljóðar þannig: sveitarstjórn þakkar erindið og samþykkir að ganga til samstarfs við sýslumanninn á Norðurlandi eystra í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Sveitarstjórn leggur áherslu á gott aðgengi íbúa að utan kjörfundar atkvæðagreiðslu og að það verði með sama hætti og við sveitarstjórnarkosningar, það er að segja kosið verða skrifstofa sveitarfélagsins í Þingey að Hlíðavegi 6 í Mývatnssveit og á Stórutjörnum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla fer fram hjá sveitarfélaginu frá 17. ágúst en hjá sýslumannsembættinu frá 27. júlí. Sveitarstjórn velur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að semja við möguleg kjörstjóraefni og senda niðurstöður til sýslumannsins á Norðurlandi eystra. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem það skemmir ekki, samþykkt samhljóða. Já. Í því samhengi langar mig aðeins að skjóta inn að þarna er að ræða aðgang íbúa sveitarfélagsins að utan kjörfundar atkvæðagreiðslum bæði á Húsavík og Akureyri hjá sýslumanninum á Norðurlandi eystra. Mál nr. 12 varðar Þeistareykjaskála, gististaður í flokki 2, umsagnar beiðni en fyrir sveitarstjórn liggur beiðni umsögn frá sýslumanninum og já, það er rétt fyrir ekki. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni umsögn frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra varðandi umsögn Margrétar Hólm Valsdóttir. Ertu þá vanhæf, kannski Magga? Ég er ekki það. Nei, þú ert ekki það. Það er svona fyrrpæstin og þetta er orðað öðruvísi aðeins af því að Þingeyjarsveit er að sækjum. Varðandi umsókn Margrétar Hólm Valsdóttir, sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs
Þingeyjarsveitar gistileyfi Þeistareykjar skála F216499. Fyrir liggur jákvæð umsögn frá slökkviliði Þingeyjarsveitar og byggingafulltrúa Þingeyjarsveitar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þá með leyfi varátvita, það kann ýmsum að þykja kyndugt að við sem að veita umsögnum eitthvað sem við erum að sækjum sjálf, en því betur en gistirekstur sveitarfélagsins ekki umfangsmikill og mjög sértækt málum að ræða. En til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við umbeðið leyfi og veitir jákvæða umsögn. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeðmerki. Það er mjög jákvæðið þessu, samþykkt samhljóða. Við liðum nr. 13, fundarhlé sveitarstjórnar 2026, en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að fella niður fundi sveitarstjórnar í júlí vegna sumarleyfa. Fyrsti fundur eftir fundarhlé verði 13. ágúst. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá liggur hér fyrir tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verði 13. ágúst næstkomandi. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun merkið, það er samþykkt samhljóða. 14. liður var það Mývatnsstofu aðalfund, en fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund Mývatnsstofu sem haldinn verður 5. 9. júlí kl. 11 í Gíg. Þingeyjarsveit þarf að tilnefna einn aðila í stjórn Mývatnsstofu og einn aðila á aðalfund. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, með leyfi varátvita, þá í þessu tilfelli þá tilnefnum við fulltrúa á aðalfund og hann mun svo hafa með sér í nesti á fundin tillögu Þingeyjarsveitar að stjórnarmanni. Þá er komin til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að Anna Bragadóttir fari með umboð Þingeyjarsveitar á aðalfundi Mývatnsstofu. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vísilega skeið merkið að það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið nr. 15 sem er erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, en það er tilkynning framboðsfrest til formanns sambandsins, en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dagsett 23. júní 2026. Það sem kynntur er framboðsfrestur til formanns sambandsins og fyrirkomulag komandi formannskosninga. Framboðsfrestur til formannskjörs er til og með 15. júlí næstkomandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, en ég vil hvetja ykkur til að ígrunda þetta mál. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Mál nr. 16 varðar snjómokstur í Þingeyjarsveit. En á 28. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar var eftirfarandi bókað samþykkt varðandi snjómokstur í Þingeyjarsveit, ábúendamokstur. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að núverandi kerfi snjómoksturs með ábúendafyrirkomulagi verði haldið áfram næsta ár og núverandi samningar framlengdir veturinn 2026 til 2027. Þetta samþykkti nefndin samhljóða. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, með leyfi vara oddvita, þá ætla ég að fá að skjóta en að þarna er líka verið að hugsa til þess að samningar ábúendamokstur verði lausir þá á sama tíma og samningar við verktaka. Ég er komin til að bókun. Sveitarstjórn samþykki tillögu atvinnu- og nýsköpunarnefndar að framlengja fyrirliggjandi samninga snjómokstur í Þingeyjarsveit á grundvelli ábúendamoksturs fyrir veturinn 2026 til 2024. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun. Sagði ég vitlaust? Já. Hvað sagði ég? 24. Já, fyrirgeðu, ég les þetta aftur. Sveitarstjórn samþykkir tillögu atvinnu- og nýsköpunarnefndar að framlengja fyrirliggjandi samninga snjómokstur í Þingeyjarsveit á grundvelli ábúendamoksturs fyrir veturinn 2026 til 2027. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun svona orðaða, vinsamlega skeðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Ég ætla að benda fundarittar að hafa spurningamerki hérna sem að þvældist fyrir mér. Lið nr. 17 var það samtök orkusveitarfélaga ársreikningur 2025, en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ársreikningur samtaka orkusveitarfélaga fyrir árið 2025. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þetta er lagt til fram til kynningar. Lið nr. 18 er erindi frá Meindínavörnum Norðurlands sem varðar sveitaball í Ídölum. Umsagnarbeiðni vegna tækifærisleyfis, en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar jákvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðsvarðandi umsókn Meindýravarna Norðurlands tækifærisleyfi vegna sveitaballs að Ídölum 4. júlí næstkomandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þetta er hér lagt fram til kynningar.
Mál nr. 19 var það forsendur fjárhags áætlana sveitarfélaga 2027 til 2031. En fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga forsendur fjárhags áætlana sveitarfélaga fyrir árið 2027 til 3031, vantilega 2031. Í minnisblaðinu spátímabilið 5 ár og því samkvæmt nýjum sveitarstjórnarlögum sem liggja fyrir þinginu lagt til að áætlanagerð sveitarfélaga nái til 5 ára þó minnt á að frumvarpið hefur ekki verið afgreitt. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þetta bara hnerra, já. Svo ekki, þetta lagt fram til kynningar. Liður nr. 20 leiguíbúðir Þingeyjarsveitar HSS fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerð 32. fundarstjórnar leiguíbúða Þingeyjarsveitar EHF sem fór fram 9. júní 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þetta hér lagt fram til kynningar. Liður 21 varðar fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga en fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir stjórnar sambandsins nr. 1000 frá 9. júní síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varátvita, það mjög gott að það kemur svona þægilegt númer að lesa frá sambandis. Þetta lagt fram til kynningar. Liður nr. 22 varðar greiðleið hluthafafundur júní 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð hluthafafundar greiðrar leiðar EHF frá 9. júní síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki lagt hér fram til kynningar. Næsta mál var það greiðleið aðalfundur 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar greiðrar leiðar EHF frá 9. júní síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki lagt hér fram til kynningar. Liður nr. 24 var það stjórn Norðurorku fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 324. fundarstjórnar Norðurorku sem framfór 16. júní. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki lagt hér fram til kynningar. Liður nr. 25 var það heilbrigðisnefnd Norðurlands svæðis eystra en fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir 248. og 249. fundar stjórnar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra sem fór fram 3. og 10. júní síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þetta lagt hér fram til kynningar. Þá fundi slitið 14:44. Takk fyrir. En þú?